Núna erum við komin í hátíðarskapið og það farið að líða á jólum og þetta hægt að borða hamborgarhrygg allt árið. En ég ætla hérna að gera jólalega útgáfu af svona frekar framandi hamborgarhrygg. Ég búinn að velja hamborgarhrygg sem að þarf bara að setja í ofninn, en auðvitað má nota þessa aðferð við alla hamborgarhryggi. Ég hef prófað marga hamborgarhryggi og fólk verður bara að velja eftir sínu nefi. En þessi hérna hryggur það góða við að hann þarf bara að fara í ofninn. Og ég ætla að gera skemmtilegan gljáa á hann sem er eiginlega svona eins og þau kalla exotískur. Ég er hérna með appelsínumarmelaði með engifer, ég er hérna með hunangs díjonsinepp, engifer og svo er ég með moskvatósykur sem er hrásykur sem er svona með ögna karmelubræði og gefur svona sérlega skemmtilegt svona karmelað bragð. Og ég ætla bara að vinda mér í að gera hérna gljáan og einfaldara getur þetta ekki verið og það viljum ekki að auka stressið jólunum. Það eru 2 matskeiðar af appelsínumarmelaði. Það þarf ekkert sérstaklega að nota þetta engifer appelsínumarmelaði en það er skemmtilegt og það kemur með nýjan vinkil inn í gljáan hjá okkur. 2 matskeið díjon hunangssinepp. Þá erum við hérna moskvatósykur sem er hrásykur á því að vera mun hollari en venjulegur. Og þetta er henni uppskrift sem er gerð þannig að það má alveg leika sig með minna sinepp, meira marmelaði eða minni eða meiri sykur. Þetta er svona sirka 1:1, sem 1 hluti sinepp, 1 hluti sæta sem á að vera hunang eða marmelaði og 1 hluti púðursykur eða moskvatósykur. Þetta er henni bara hrært vel saman. Það er gott að gera þetta daginn áður. Og þá er sykurinn að brotna og appelsínubragðið að koma í gegn. Þetta er bara hrært vel. Og svo ætla að fá ekstra kikk í þetta og komið svo á framandi slóðir, þá er ég hérna með engifer. Og engiferinn er tiltölulega sterkur sem maður notar rosalega lítið af hann. Og maður tekur bara rúmlega af hýðinu. Og einn svona biti er rótsterkur sko. Ef maður myndi nota heilan svona, þá er þetta eins og að borða sápu sem við viljum helst ekki að fólk er að gera á jólunum. Saksa bara engiferinn. Fínt. Það má líka taka með rifjárni, það er mjög algengt. Engiferinn út í. Þetta er svona aðeins ferskari en þessi venjulegi sem fólk er vant. Þetta appelsínan, engiferinn, er að lyfta þessu hærra plan. Og út af ég ætla að vera svona, fara alveg út á ystu æsar í þessum framandi heitu hjá mér, þá ætla ég að setja 1 passionfrút, eða ástríðaost. Hann er rauninni bara opnaður í tvennt. Fræin eru sett út í. Þá er komið góðan gljáa. Þennan hrygg þarf bara að elda í 1,5 tíma í ofni. Maður setur 5 desilítra af vatni í ofnskúffuna bara til að hafa eitthvað smá soðið í sósuna. Ég ætla að setja þetta inn og eftir svona klukkutíma þá ætla ég að setja gljáan og ferskan ananas yfir. Núna er hamborgarryggurinn búinn að vera inn í ofni í tæpan klukkutíma og ég ætla að lyfta honum að hærra plan. Ég var búinn að lofa ykkur því og ég ætla að gera það með exotic gljáanum mínum sem er appelsínumarmelaði, engifer og moskvatósykur í aðalhlutverki. Þetta er náttúrulega bara sett vel á og maður sá alltaf ömmu í gamla daga setti hérna ananas úr dós yfir. Ég ætla að lyfta þess aðeins á hærra plan með að nota ferskan ananas og hann skemmtilega við það að þegar hann eldast þá þornar hann upp og verður eins og lítil blóm. Svo ég tek bara hérna sirka það sem ég ætla að nota sem er rauninni bara fremsti hlutinn. Svona þegar ég er búinn að skera alla hringinn þá reyni ég bara að taka eins þunnar sneiðar og ég get. Það er kannski ekkert að vera vanda sig of mikið út á jólunum þá þarf þetta ekki að vera of stílhreint. Þetta þarf bara að vera skemmtilegt og gott. En það er ekki mikið flóknara þetta. Ananasneið, hamborgarhryggur og exotic glái beint í ofninn. Þetta þarf svona hálftíma á 160 og svo má brúna þetta af líka ef fólk vill við hærri hita. En ég ætla að fá að setja aftur í ofninn í svona hálftíma ef þið myndu finna lyktina núna. En þetta er klárt, suðrænn og seiðandi hamborgarhryggur